Ágætu elskuðu vinir, við erum saman komin til að heyra röddu drottins og svona hvað hann hefur vildið okkur segja í dag og við þekkjum það að reynslunni að það verður eitthvað fallegt og gott og öfugt og dregur okkur hænufetið okkar nær drottni því að gangan bara skref í einu en okkar vilja ákvörðun hve mörguðu verðu og hvort þið halda áfram. Það hægt að stoppa í þessu eins og öllu öðru og að stoppa raunverulega alltaf afturför. Að stoppa í einhverju afturför. Þetta vita allir menn, spurðu íþróttamannin hvort hann sé eins góður og hann var þegar hann var bestur eftir að hann hætti að æfa. Spurðu hljóðfæraleikarann hvort að hann sé ennþá sami góði hljóðfæraleikar og var þegar hann var upp sitt besta eftir að hafa hætt að æfa sig. Nei, þetta helst í hendur. Og þegar menn æfa sig reglulega og gera þetta daglega jafnvel, þá haldast þeir nú við nokkuð lengi. Ef að menn halda að trúin sé eitthvað öðru heldur en þetta, þá það mikill misskilningur því að trúin nákvæmlega eins. Þú vinnur fyrir þínu brauði þannig séð að þessu leyti og þú færð þitt brauð. Ef þið finnst þú vera búin að fá nóga brauði og etið þitt síðasta brauð, þá náttúrulega það þín ákvörðun og ekkert það að segja. En þú veist hvernig fer, ef þú borðar ekki þá náttúrulega bara byrjar að svelta. Og þannig líka með trúna. Trúin mín bara mynd af lífinu sjálfu. Hvernig ég þarf að gera til að lifa mínu lífi. Og til að haldast í horfinu með það sem ég hef þegar áunnið mér, þá þarf ég að hafa fyrir því. Þetta vita allir menn. En stundum þurfum við að fá svona áréttingu á þetta. Kannski finnst okkur stundum að þetta sé öðruvísi. Og við eigum ekkert að sætta okkur neitt við það, baráttulaust, að einhvað sem við höfðum sé bara tekið frá okkur. Það eigum við ekki að gera. Og við getum sagt að við tölum hljóðfæraleikar áðan og hann var góður, besti hljóðfæraleikari kannski í heiminum, en nú það ekki lengur, af því hann hætti að æfa. Hann hefði ekki átt að sætta sig við að fara þessa leið, en hann einhvern stað hætti hann þessu, kannski misti áhugan og allt saman það, eins og getur alltaf gerst, en ætti hann að sætta sig við það spurning. Nei, ég segi að hann hefði ekki átt að sætta sig við það. Og þegar hann hafði þessa hæfileika, var samfærður það að hann hefði þessa hæfileika og væri þetta sem hann var, þá átti hann haldaði áfram. Og eins sem með trúna, þú ert með góðan árangur í trúni í dag, en hvað verður þetta í 10 ár? Þetta veistu ekki nema að þú ætlar að halda áfram í dag og svo allt í einu komin þessi 10 ár og þú hefur haldið áfram á hverjum degi og hefur vaxið í 10 ár. En þú gæti líka verið á þeim stað að þú stoppaðir og stöðvaðist og 10 árum setna ertu á sama stað eins og 10 árum áður. Við hefum ekki að sætta okkur við þetta. Og lífið ekki til þess að sætta sig við svona hlutið. Það margt sem við þurfum auðvitað að sætta okkur við. En sumt ættum við ekki að sætta okkur við. Við ættum ekki að sætta okkur við það að vaksa ekki. Í þorska, í reynslu, í verkfærni og svo framvegis og framvegis. Og heldur ekki í trú. Þetta alltaf vöxtur sem kemur vegna þess að við erum að stunda þetta og hitt. Það ekki heilmikið til í þessu. Og drottin leggur allt upp í hendurnar á okkur og þetta raunverulega þessi endalausa hvatning frá honum, frá hæðum, það að við gerum okkar í deginum. Því að framtíðin mín byggist á þessum degi sem ég núna í. Þetta svo mikill sannleikur, þetta svo einfalt dæmi, en samt svo margir sem að misskilja þetta. Þeir hreit út þessir orðum í dag þó þeir hafi marg oft fengið það yfir sig tilbaka. Það þegar maður fær tilbaka einhvað sem maður sagði, það að búa sig framtíð til heilla? Ég svaraði mér því.
Ég held þú takir undir það með mér að það sé ekki. En blessunni sem þú gafst af þér, hún kemur í einu og öðru formi. Og kannski er þetta að miskilja blessunna, þú gerðir margt gott í dag og kannski varst að höfða til einhverja einstaklinga með þessu sem varst að gera, en þeir endurgulduð er ekki tilbaka, en blessunni kom einhver starf annar stað frá, en þú tókst ekki við henni sem blessun af þessu verki sem þú vannst akkurat þarna og varst að reyna að höfða til þess og hins. Þetta heitir viska þegar maður fyrir að sjá þetta bara með augum drottins og trúar. Það heitir viska. Og við höfum að keppa eftir því að ganga út í viskunni, því okkur er gefin viska. Við erum meira að segja svo vel sett að við höfum aðgang að fullir visku frá hæðum. Og þar er öll viska sem heitir viska. Hæðir, himinin er gegnum gangandi viska. Það var þar sem að sköpunin átti sér stað sem heitir jörð, frá hæðum. Og við sjáum margt stórkostlegt í sköpun Guðs. Við sjáum bara því líka fegur þar að við bara okkur rekur í roga stans og færasti listamaður hann nærði þess ekki. Samt hefur þetta alltaf verið þarna. Því það er viska frá hæðum sem að gerði þetta, útbjóða þetta, og hvað sagði drottin eftir að hafa gert þetta og hitt? Harla gott. Og þegar drottin segir eitthvað harla gott, þá megum við vita það að það er harla gott. Með öðrum orðum, óaðfinnanlegt. En það get ég ekki státað af mínum eigin verkum. Því öll mín verk eru aðfinnanleg með einum og öðrum hætti ef strangt er skoðað. En ekki á Guði. Ef strangt er skoðað og allir eru sanngjarnir í dómum, sjáum við harla gott. Ég er ekki Guð. Þú ert ekki Guð. En trúin þín, heilagur andi, gefur þér aðgang að þessari visku sem gerði að verkum að drottins sjálfur sagðum harla gott. Þú hefur allan aðgang að þessari visku í gegnum þína trú sem þú þarft. Og þú þarft oft á visku drottins að halda rétt eins og ég. Þannig að við erum án afsökunar af því að vera klúður að málum bara út í eitt og aftur og aftur og aftur og aftur. Það er ekki viska. Að klúður að málum er ekki að búa sér til góða framtíð, er það? Því að klúðrið þitt og mitt kemur yfir mig eins og skafl á einhverju stað. Því að þetta býr allt í framtíðinni. Klúðrið mitt í dag, segjum það, ég sé það ekki, en er samt klúður. Ég get verið öruggur það á einhverju stað inn í framtíðinni, kolvista yfir mig. Hvenær það gerist, er ekki gott að segja Það geti gerst áratugum seinna, en þá kemur það líka. Drottin er alltaf að kenna mér það að ég þurfa að ganga vel frá deginum í dag. Því honum byggir mín framtíð. Og það er hægt að draga fram svo margar sannanir þessu til staðfestingar sem hvert og eitt okkar höfum ef við bara fengjumstum til þess að draga þessar sannanir upp úr okkar eigin lífi. Og það sem er að baki okkur, við höfum ekki að vera að horfa mikið í það, er rétt, en við höfum að byggja daginn á því sem við gerðum fyrir aftan okkur. Þannig bætist við það góða og við erum að undirstrika og tryggja okkur betur og frekar framtíðina. Því hver af okkur vill ekki að hún sé til heilla. Það er ekki til svo manneskja sem vill ekki að sín framtíð sé bara til heilla. Hún getur það. Í trúni okkar, gegnum viskuna frá hæðum, þá getum við það. En erum við að nota það?
hver og eitt svarir því bara fyrir sig. Ég hvet sjálfa mig og með mér þig til að gera þetta vel sem þú gerir í dag og ganga vel frá deginu. Sjómaðurinn veit hvað það er að ganga vel frá sínum bát áður en hann yfirgefur hann í land. Hann gengur vel frá öllum endum, hann tryggir það að þó að komi ykkur hreyfing að þá slitni báturinn ekki frá og reki upp í fjöru, því að það mun báturinn gera ef hann slitna frá bryggju. Hann gengur vel frá sínum bát, gengur örugglega frá honum, veit að endarnir í land eru góður og tröstir og halda, og svo kemur hann þegar hann ætlar að róa næst og finnur allt eins og hann gekk frá. Það er að ganga vel frá deginum, frá sínu. Og svona getur þú gengið vel frá þessum degi, frá verkum þínum dag sem gengið vel frá þeim og þau mæta þér sem blessunin í framtíðinni. Tekur við svona boðskap? Ég veit ekkert það hvernig svona boðskapur tala til þín, en það sem ég er að tala hér er bara mín eigin reynsla og það er svo auðvelt í raun og veru að komast inn á þennan stað að taka undir þetta. Klúðrið mitt mun ekki mæta mér í framtíðinni sem blessun. Heldur góðu verki mín, góðu frágangurinn minn í dag mun gera það. Þetta er bæði í boði. En núna sitjum við fætur drottins sem vill kenna okkur leksíuna þörfustu, til að mynda það að árétta fyrir mér daginn í dag að hann verður að vera góður. Það komið nóg alveg af þessu klúðri, eða ekki rétt. Við hljótum að hafa vaxið það mikið með árunum að við erum samþykjum það í það minnsta að klúðrið mitt hefur ekki gert mér gott til þessa. Þess vegna vil ég hætta að vera með klúður í gangi fyrir mig. Að því ég vil að framtíðin sem eftir í þessu lífi verði góð. Dagurinn í dag skerur það. Þetta er svo auðvelt, elskuðu vinir, að taka undir þetta, bara við setjum okkur í réttan gír og setjum okkur á stað sannleikas í þessu öllu saman. Og þá hætta allar þessar afsakanir sem við erum alltaf með, að því við erum að réttlæta okkur sjálf út í eitt. Líka klúðrið okkar. En klúðrið okkar þarf ekki að vera sem svipa á mér. Hún getur orðið mér til mikils lærdóms, en klúðrið þarf ég líka að taka rétt til að það verði mér til rétt lærdóms. Og þá hætti ég að klúðra mínu málum. Heldur reyni að gera þær áætlanir sem ég geri eins vel úr garði og ég kann og get, og jafnvel að leita með ráðgjafar frá réttum aðilum, góðum aðilum sem er til fullt af en mitt að leita til. Og ég hef gert allt sem ég get gert og gengið vel frá mínu verkum, og ég vænti þess af mínu verkum sem ég sé eru góð að mæti mér sem blessun þegar frá líður. Á leiðinni getur ýmislegt gerst. Þess vegna þarf ég að lifa hvern dag fyrir sig í kærleika Guðs, í elsku Guðs, í visku Guðs, og þá heldur þessi góðu verk áfram og áfram að mæta mér sem blessunin í framtíðinni. Við vitum þetta að vinstri beygjan mín í dag út í einhverja vitleysu, hún skila sér til mín seinna sem ógöngur. Við vitum þetta. Það þarf ekki sérstaklega hygginn mann til að sjá þetta. Það sjá þetta og vita þetta allir. Því öll höfum við lent í þessum einum öðrum hætti. Sum okkar höfum lært að því, aðrir hafa ekki lært að því og lenda því áfram í því sama. Það er náttúrulega engin viska og það getum við alveg tekið undir.
Að vera alltaf að hjakka í sama farinu, það er ekki það sem Drottinn er að bjóða okkur að gera. Svo lesa hérna núna, það er Mattheusar Guðspjall 25. kapli. Þar kemur að því sem við erum raunverulega að berjast fyrir frá degi til dags, það er að vera með þegar þetta gerist, það er vendir dagana. Þessn erum við trúið í dag og þessn er ég að tala um það að við þurfum að ganga vel frá þessum degi til þess að vera örugglega með í þessu. Því að þetta er blessunni stærsta og það gerist við endir dagana. Sko lesa að 25. kapli Mattheusar Guðspjalls, eins og ég sagði áðan, og við skulum byrja í 31. versi og lesa hérna nokkur vers. Þegar mannssonurinn kemur í dýrsinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðarhásæti sínu. Allar þjóðir mun safnast frammi fyrir honum og hann mun skilja þær að eins og hirðir skilju sauði frá höfrum. Þetta er það sem hann mun gera. Tekur sína menn, skilur það frá hinnum. Hverjir eru hinnir? Þessi vildi aldrei taka við Jesú. Þeir eru hinnir. Við viljum ekki vera þessir hinnir, því lofa ég þér þegar þessari stund kemur því að þú munt vera það. Hverju sem þú trúir í dag. Trúðu því sem að Guðsmaðurinn er að tala til því og vertu bara með í þessari veislu sem þarna er. Verðu framborið því að þetta mun gerast. Þú tekur ákvörðun. Ég tek ákvörðun fyrir mig og ég vil vera í þeim flokki sem að Drottinn hefur skilið frá sér til handa. Þetta er dagurinn sem ég undirstrika og árétta það með. Þess vegna ætla ég að skila honum vel af mér. Er þetta ekki inn í framtíðinni sem við erum að tala um hér? Jú. Þessi dagur geti verið úrslita dagurinn fyrir mig. Því að klúðrið gerist í deginu. Mundu það. Klúðrið gerist í deginu. Þess vegna þurfum við að skila honum vel af okkur. Allar þjóðir munu safnast frammi fyrir honum og hann mun skilja þær að eins og hirðir skilur sauði frá höfrunum. Sauðunum skipar hann sér til hægri handar en höfrunum til vinstri. Hægra megin verður þú og ég að því við tilerum honum í dag. Og hann stendur við það sem hann hefur sagt. En ég vil vaksa. Ég vil ekki sætta mig við að vera bara í einhverju kyrrstöðu með mitt trúalíf. Þess vegna tekið mér tak í dag og ég ásett mér það að skila þessum degi af mér vel. Gærdagurinn fekk góða ummönnun hjá mér en nú er nýr dagur og ég verð að skila honum líka jafn vel af mér og í gær og helst betur. Þetta eru vaxtarsprotarnir í trúnni og vil ég þetta? Ég þrái þetta en þú svara fyrir þig. Já, sauðunum skipar hann sér til hægri handar en höfrunum til vinstri. Þeir sem sögðu aldrei já við Jesú, þeir fara til vinstri. Þeir eru ekki hans hópur. Og þetta, elskuðu vinir, er inn í framtíðinni. Og segðu mig svo að dagurinn í dag get ekki skipt öllum sköpum inn í framtíðinni. Hann er lykil atriði fyrir mína eigin framtíð. Og er til meiri heill heldur hann vera í flokknum hægra megin þegar kemur á þessari stund. Vendu mér á það ef að það er. Ég held þú finnir ekki meiri heill þegar kemur á þessu og þess vegna erum við að berjast trúarann og góðu baráttu í dag. Þetta er markmiðið að vera með þegar þessari stund kemur. Við þurfum trúa, elskuðu vinir, til að sjá þetta með þessum augum eins og hér er verið að benda á. Þá þurfum við trú. Og Guð gefi okkur öllum að vaksa í trúnni. Og þá tökum við undir með ræðumanni að við þurfum að skila þessum degi líka vel af okkur. Með alla enda nýta eins og okkar valdi er að gera.
sumt, elskuðu vinir, er á mínu valdi að gera, annað er það ekki. En það sem ég get gert, því vil ég skila vel af mér og gera þetta eins og vera ber. Já, og þá mun konungur segja við þá til hægri, komið þér sem faðir minn á og blessaðir, sem faðir minn á og blessaðir, og takið við ríkinu sem yður var ætlað frá grundvöllum heims. Það er ekkert minna heldur en það. Þegar Drottinn var að skapa þennan heim, þá var hann með þig hjá sér, var hann með augun á þér, og nú ertu komin til hans að þú sagði já við Jesú, og inn í framtíðinni býður hann þér að taka við því sem hann ætlaði þér alltaf að fá. Það er ekki hér, nú nema svona í skuggsjá, en kemur inn í framtíðinni. Þess vegna segjum við það hér, aftur og aftur, ég þarf að taka trú mína alvarlega. Ég þarf að líta hana alvarlegum augum. Ég get ekki leikið mér með mína trú. Og þess vegna vil ég ekki klúðra mínu degi í dag. Þvert á móti ætla ég að ganga vel frá honum. Rétt eins og sjómaðurinn sem yfirgefur bátinn sinn gengur vel frá sínum bát, því hann vill koma að honum heilum og í lagi þegar hann þarf að róa næst. Eins getur þú gert með þitt líf, þinn dag, þú gengur vel frá honum. Og þú gerir það með þínum góðu verkum, í sannleika og í heiðarleika og í drengskap og með drenglunda hjarta. Það er margt, elskuðu vinir, sem við þurfum að leiða hugan að fyrir okkar líf. Þá er aldrei að vita, ef við gerum með þessa leið, að þessi kvörtunartónn, hann hætti og minnki allt hérna. Þegar kvörtunartónnin, minn eða þinn, mun alltaf tæra okkur upp. Því að manninum er ekki ætlað að kvarta. Heldur sjá Guð, sjá ljósið, og það getur hann gert rétt eins og ég. Og ég vil vera í birtu Drottins. En ég veit að því sem er fyrir utan og það er myrkur. Ég er rétt eins og þú getur valið að vera í því, en ég vil það ekki. Og ég vil hitt. Og það skal verða mitt hlutskipti í dag. Og í birtunni frá ljósinu hef ég hellingsmöguleika á því að ganga vel frá deginum að kveldi dags. Hafa náð því að binda alla þá enda sem að mér sneru og ég gat gert, suma kannski gat ég ekki bundið vegna þess að það var ekki mínu valdi að gera það, og það er ekkert við því að gera. En það sem að mér sneri batt ég alla enda. Það heitir fyrir mig að hafa gengið vel frá sínum degi. Ég gerði það sem að mér sneri og gerði það vel. Af því að ég vil berjast trúarinnar góðu baróttu og ég vil vera herra mínum, honum sem kemur og skilur sauðina frá höfrunum vel þóknanlegu. Ég tek hann alvarlega sem hann er að segja og hvernig sömulegist þess að gera slikt þess sama. Já, og takið við ríkinu sem yður var ætlað frá grundvöllum heims. Að því ég var að vinna trúarinnar góðu verk. Svo segir hann hér, sem gerir okkur að því fólki hann vill hafa okkur sín megin, í sauðahjörða hópunum sem hann sjálfur á, hann á ekki hinn hópin, að þeir vildu aldrei þekkja. Það var þeirra val að vilja ekki þekkja hann, takk til því. Guð vildi hafa alla sín megin, en það var þeirra val að vilja ekki þekkja hann, og hann kallar þá hafra. Sauðina frá höfrunum. Og það er ekki gott.
Svo segir hann hér, því að hungraður var ég og þeir gáfu mér að eta, þyrstur var ég og þeir gáfu mér að drekka, gestur var ég og þeir hýstu mig, nakinn og þeir klæddu mig, sjúkur og þeir vitiðu mig, í fangelsi og í fangelsi var ég og þeir komu til mín. Hvernig getur hann að tala svona? Hann er með sínu fólki, þess vegna getur hann að tala svona. Og þegar ég kem og heimsæki bróðir og systur að gefa ölmusu bróðir og systur, þá er ég að gera honum gott. Ég gef í trúni minni, sem er partur af því að ganga vel frá sínu degi að kveldi dags. Það er ekki rétt. Ég var ekki að þessu til þess að þú sæir hver æðislega trú ég ætti. Nei, þú vissir ekki einu sinni af því að ég gerði það. Það vissi það enginn nema ég og Drottinn. Og við hendir dagana þá gefur hann mér þessi meðmæli. Að því keppi ég að svo verði. Ég er nefnilega hættur að þykjast og sýnast frammi fyrir mönnum. Mér er sama hvað menn segja. Ég ætla samt að gera vilja Guðs og ég segi það aftur, ég ætla að ganga vel frá deginum í dag. Hvort sem þú veist að því sem ég er að gera eður ei. Drottinn veit það. Hann mun síðastu tala. Við erum að taka trúna okkar alvarlega. Það er áréttingin í gegnum alla kennslu frá hæðum. Að við tökum trúna okkar alvarlega. Þá er ekki trúm fyrir dómhörku. Er það? Finnst okkur það að fara saman við það að ganga vel frá sínu degi að kveldi dags? Að við erum búin að dæma einn og annan úr leik jafnvel, eins og við erum allt og upptekin við að gera. Og ég sjálfsagt alveg eins og þú tekið fullan þátt í þeirri ósvinnu. En ég hef sagt skilið við slíka ósvinnu. Að þegar ég vil að framtíðin mín mæti mér björt og fögur. Og hún hefur gert það til þessa. Og svo gengi alla leið að þessari atviki þegar Drottinn kemur og skilur þá frá sem hann á. Sauðina frá höfrunum. Svo byrjar hann að segja af hverju hann gerir þetta. Því að nakinn var ég og þeir klæddu mig og svo framvegis. En ég gerði mér ekki grein fyrir því að þannig væri í stakkin búið. Því ég var bara að fara að hjálpa systur og bróðir sem ég vissi að var í einhverju neyð. En Drottinn sá að ég gerði þetta í trú. Og hann sagði, þú veist að gera mér þetta góðverk. Sem býr í manneskjunni. Þetta er leyndardómur sem trúin vill að þú vitir og gerir að þínum. Þegar trúin vill tala þannig til þín að þú takir hana alvarlega. Og þú takir undir með henni sem þegar hún segir ég þarf að ganga vel frá deginu. Ég þarf að ganga vel frá mínum degi þessum degi. Rétt eins og gerdagurinn var. En hann er liðinn. Það þarf engin maður að vita neitt það hvað þú ert að gera. En gerðu samt góðverk. Þegar Drottinn sér það. Og hann mun tala það til þín þegar þú ert komin í þennan hóp sem hann á. Þá mun að segja, þú gerir þetta og þú varst þarna og þú gerir ölmusu þarna. Gerðin mér þetta, sagði. Gott. Hræsnislaust. Eingöngu vegna þess
að þú elskaðir Jesú nú mikið til að fara út í þetta verk. Þér var nákvæmlega saman það þótt þessi að hinn hefði ekki hugmynd það. En þú vissir það. Og það skipti sköpum. Hægri höndin viti ekki hvað svo vinstri gerir þegar að þú gefur ölmusu, segir á einum stað. Með þess að þú ert ekki upptekin að því að hafa gert þetta. En Drottinn mann það. Og hann lofar þér því að muni mæta þér sem blessun fyrir þetta viðvik. Sem að í þínu tilviki var kannski ekki stórt, bara smátt í þínu áliti. En risa stórt í augum Guðs vegna þess að þú gerðir þetta þrátt fyrir allt í þinni trú. Og nú komum við að staðnum þar sem eirir ekkjunar var framborin. Lærisveinarnir, þeir sáu allar þessar gjafir, og það voru margir þarna stórefnaðir menn og þeir alveg mókuðu í pottinn, alls konar upphæðum. En svo kom þarna fátæk ekkja. Einn lítinn eyri. Hver á okkur hefði hort á þennan eyri? Engin. Hver margir á okkur hefði ekki hrist hausinn yfir því að þessi kom bara með einn lítinn eyri. En þetta var það eina sem Drottinn sá. Af öllum þessum risavöxnu gjöfum sem hinir komu með. Af hverju? Að því á bakvið þennan eyri var trú. Og Drottinn vissi meira. Hann vissi það að þetta var það eina sem hún átti. Sem merkir það, þegar hún var búin að láta eyrin sinn í pottinn, átti hún ekki fyrir mat. Því að þá alveg svo nú kostar að borða. Þetta snart hjarta Drottins. Af því hann vissi það að þessi kona var að gefa sitt í trú. Og ég trúi því að þessi kona verði á staðnum þegar Drottinn hefur skilið sitt fólk frá höfrónum. Það er trúin sem gengur sigri hrósandi frá vellinum. Ekkert annað. Ég vil vera með í því. Ég hveti til að vera líka með í því og þess vegna ætlum við að keppa eftir því að ganga vel frá þessum degi. Við ætlum ekki að ljá máls á neinu öðru heldur en að binda alla vel sem við getum bundið og er okkar valdi að gera í þessum degi. Einhverjir endar munum við þurfa að nýta í dag rétt eins og alla aðra daga því að vart líður svo dagur að ekki komi einhvað upp sem við þurfum að ganga í og vinna. Þannig er bara lífið og við vinnum það að því að við viljum skila vel af okkur deginu, að því að við erum að berjast að marki. Þetta er markmiðið. Þegar við erum komnir á þennan stað, við munum hvort er lenda á honum, því að það er talað um hafra og sauði. Drottinn á ekki hafrana, hann á sauðina. Trúin, þetta er mynd upp á trúna, þá sem gengu með honum alla leið og dóu í sinni trú, gerandi þau verk sem Drottinn hafði boðið þeim. Með hjálp trúarinnar, ekki eigin mætti, sama hvernig þeim leið, þá gerðu þeir það samt. Sama hvað tilfinningarna sögðu, þá gerðu þeir það samt. Sama hvað yfir hafi dunið, þá gerðu þeir það samt. Af því að trúin er afl í hjarta mannsins. Trúin er afl í hjarta mannsins sem fær hann til að gera þetta. Þrátt fyrir og hvernig sem honum og henni leið. Af því að menn gera sér grein fyrir markmiðinu, sem er þessi staður sem við vorum hér að lesa um.
við hendir dagana. Fáum góðan boðskap í dag, elskuðu vinir. Og svo kemur að því að Drottinn er þarna búin að telja upp hvers vegna við erum sauðamegin í hópnum en ekki haframegin. Ég náttúrulega rek upp stóru augu og botna ekki upp niður í því hvað hann er að fara. Þegar ég sá náttúrulega bara manneskju. En gleymdi því kannski á því augnabliki að í hjarta þessar mannesku bjó Jesú. Og hann vissi hvað ég var að gera. Og hann gleymir engu. Þá munu þeir réttlátu segja: Drottinn, hvenær sáum við þig hungraðan og gáum þér að eta, eða þyrstan og gáum þér að drekka? Hvenær sáum við þig gestkominn og hýstum þig, nakin og klæddum þig? Þeir gengu fram í síni trú og gerðu það sem fannst þeirra rétt að gera og hjartað og trúin knúði þá til, en áttuðu sig ekki á því, við sjáum það hér af því sem við lesum, að þeir sá ekki Drottinn sem slíkan, en hann sá þá. Og hann þekkti þá aftur í hópnum. Þegar þetta er verkið sem trúin á Krist er að láta okkur gera. Við erum öll á sama bát. Við erum öll að gera einhver ölmusu verk án þess kannski að átta okkur á því að við erum að rétta Drottni sjálfum þetta. Af því að hann býr í fólki. Já, honum og henni sem er í fangelsi, er nakin, sjúkur og allt þetta. Sem er auðvitað líka mynd upp á það að allt getur hent alla. Fyrir hvaða sök var þetta fólk á þessum stað? Það veit ég ekkert um. En ég veit það að allt getur hent alla. Án þess að þeir hafi neitt að rangt aðhafst. Og þetta er góðu leksía að fara með inn í daginn. Gæti verið að hún slægi ærlítið á dómhörkuna mína. Að því nú skil ég málið aðeins betur. Að því ég hef gefið mér tíma við fætur Drottins. Já, og hvenær sáum við þið sjúkan eða í fangelsi og komið til þín? Við sjáum að þeir eru ekkert að fatta það að þetta var raun og veru Drottinn sem þeir voru að koma til. Þannig erum við menn. Við erum ekki endilega að hugsa svo mikið um það sem við erum að gera þó við séum að gefa ölmustur. Við bara gerum það vegna þess að hjartað og trúin segir okkur að gera þetta. Við hugsum ekkert kannski meira en þetta. En Drottinn sér allt. Og hann umbunnar þeim sem eru góðilmur hans. Og er þetta annað en góðilmur Drottinn sem við erum að lesa um hér? Þetta er það sem hann vill að þú gerir og ég. Þess vegna segi ég það aftur, ég þarf að ganga vel frá þessum degi. Ætla ég að gera það? Ég stefni að því, rétt eins og í gær. Að ég er markmið. Þetta er markmiðið mitt. Í hnotskurn. Fertugasta versi segir: og konungurum mun þá svara þeim. Við vorum að lesa um, þeir voru að klóru sér bara í hausnum og skildi ekkert í hvað hann var að fara. Býtu, ég sá þau nú aldrei þarna og ég sá bara þessa mannesku hinna. En hann bjó í hjartanu þeirra. Þetta er ekki fallegur boðskapur. Mér finnst það. Konungur mun þá svara þeim: sannlega segi ég yður, allt sem þið gerðum einu minna minnsta bræðra, það hafið þér gert mér. Og þetta er bara það sem ég ætla að skilja eftir handaði. Þess vegna ætlum við að temjast við það að gera hvort öðru bara gott. Það er betra heldur en að leggja gildrur fyrir menn
sem er það andstyggilegasta sem nokkur maður getur gert öðrum manni í Jesú nafni. En Konráð Rúnar Friðriksson hefur þetta ekki lengra og veit að þú hefur fengið eitthvað til að blessast af og móða úr og hugsa betur og tilgangur ekki annar. Heldur þessu góða verki Drottins áfram að því þú ætlar að biðja með honum inn í málið. Amen.